Jæja, takk fyrir að gefa ykkur tíma og tala við mig í dag. Ég ræði við allar hugmyndir á mjög opinskáan hátt og ef það eru einhver vandamál hjá ykkur, þá einfaldlega best að ræða það bara og reyna að finna lausnir saman. Já, það Já, og hún finnst ég ekki lengur spennandi. Ég sagði aldrei mér þetta var ekki spennandi, sko. Nei, þú þurftir þess ekki. Hvað áttu? Bara, einu sinni þá var ég eina sem þú hugsaðir þú veist, heltekin af mér. Og núna þetta bara öðruvísi. Þú ert alltaf annars hugar. Ger ekki annað en að hugsa þig, sko. Þú veist, alltaf hugsa þig. Já. Það samt svona meira svona eins og þú gera það því þú þurfir þess en ekki að þið langi til þess. Þú veist, ég ekki lengur ástríðan sem að dreif þig áfram eða þessi spenna, skilurðu, eða tilhlökkun, þú veist. Núna þú ert alltaf boginn í baki. Ég er bara einhver vinna fyrir þér, bara eitthvað svona byrði sem að... Er það núna vandamál að ég búið til pláss fyrir þig í mínu lífi? Ok, stoppum aðeins hérna. Þetta er öruggt svæði, þar sem hugmyndir og skoðanir eiga flæða frjálst. Hins vegar þá viljum við leyfa hinum aðilum að klára að segja sig og helst ekki grípa fram í fyrir. Já, afskið, allt er góð. Erfitt að sitja undir þessu. En, ok, sjáðu þig. Ég er bara eitthvað svona byrði fyrir þér. Ég er kvíðastingurinn. Ég er ekki lengur þessi söguhetja sem bjargar deginum. Það var strákurinn sem vildi spila á körfuboltamóti með pappa sínum. Svo var það pappinn og hann var alltaf upptekinn í vinnunni í dýragarðinum. Og svo var það lausnin. Ég. Dunkaroo. Kengúran sem pappinn fékk til að spila á körfuboltamótinu með stráknum út af því að reglurnar sögðu ekki neitt að keppendur þurftu að vera mennskir. Já. Svo þetta bara allt olbúinn. Þetta. Næstu því. Olbúinn. Já! Olbúinn. En já, nú er ég bara vandamál. Bara eitthvað til þess að rífast við. Hvað hugsar þú þegar Dunk segir þér frá upplifun sinni? Þreyttur. Pirraður. Ger ekki annað en einhvern veginn að gefa mig fram við að skapa rými fyrir þig. En það er greinilega ekki nóg. Nei. Ekki eftir atvikið með hundinn. Atvikið með hundinn? Já, hann er bara búinn að vera að eyða mjög miklum tíma í að fantasera einhvern hund. Ég get útskýrt. Hann kallar hann eitthvað Detective Barko. Þetta er einhver vitleysa einhvern hund sem að leysi glæpi eða eitthvað. Í fyrsta lagi að Detective Darko. Detective Barko er svolítið svona on the nose, var það ekki? Segðu mér frá þessum Detective Darko fyrirgefðu. Já, Detective Darko. Já, hann er rannsóknar lögreglahundur. Og hann leysir glæpið, það er alveg rétt. En hann er partur af teymi. Hann og samstarfskona hans fara nú ekki alltaf eftir bókinni en þau ná alltaf sínum manni á lokum. En satt best að segja, hann hræddur að lögreglustjórinn sé farin að missa þolinmæði fyrir þeim. I just got my ass chewed out by the mayor. The goddamn mayor. You gotta pull it together. You crazy mutt. I've been making excuses for you long enough. Come on, Chief. Give Detective Darko a break. He's had a rough day. Rough day. Don't you test me, rough day. There's a rough day here every day. If you don't play by the book this time, you're gonna have to hand me your badge. Now go out and get. Come on, Detective. Let's go fight some crime. Detective Darko sure is a loose
cannon. But god damn it, he gets the job done. Ok. Þannig ef ég ná þessu rétt, þá er staðan eftirfarandi. Þú varst búin að skuldbinda þig að hugmyndinni Dunkaroo, talandi kengúra sem er samt greinilega maður í búning sem þarf sálfræðilega hjálp. Og þessi kengúra, hún Gengur til liðs við einmanna strák í körfuboltamóti og hjálpar honum að trúa á sjálfan sig. Já, og hann kendi mér að ekki gleyma rótum mínum og ekki gleyma því að vera stoltur af því hvaðan ég kem. Akkúrat. Segðu mér, eru allar hugmyndirnar byggðar á dýrum í hetju hlutverkum? Nei, alls ekki sko. Það er til dæmis ein raðmorðingja sem er alltaf langt til að gera. Segðu mér frá þeirri hugmynd. Já, væri það svona raðmorðingja sem að tekur svona stóra sleggju og hann ber fólk í hjartastað með henni bara til dauða og hann er kallaður The Heartbreaker. Og er það ekki of mikið on the nose? Þannig 3 hugmyndir. Já, vandamáli er ég bara með of mikið af góðum hugmyndum. Samt ekki alveg viss að það sé... Nei, hann þarf bara að hætta að gæla við hinar hugmyndinar. Þú ert eftir að fullklára mig. Þú veist, ég veit ekkert hvernig ég kenni stráknum að trúa aftur á sjálfan sig eða hvernig ég kemst aftur í sambandi við rætuna mínar. Það vantar bara alltaf miðju. Þú ert ekki með neina heila hugmynd. Þú ert með körfubolta kengúru, leyni lögregluhund og svo þessi Heartbreaker, maður sem að lemur fólk með sleggju. Þú þarft að velja... Ég hélt að þú væri búin að velja mig. Við vorum komin langt á leið. Við höfum getað endað í bara heilri seríu af myndum. Ég er heldur ekki tilbúin að missa þig, sko. Ok, þannig að þá var það ákveðið. Hættum þessu rugli þá. Ég get ekki bara hætt að hugsa hina. Új, ertu að hætta með mér? Djú, þetta glatt. Nei, ég sagði það aldrei. Þú er samt ekki tilbúin til þess að velja mig? Nei, en ég get látið þetta virka. Hvað meinar? En ef þetta væri bara ein hugmynd. Það geti verið svolítið mikið, er það ekki? Nei. Detective Darko vantar eitthvað mála þessa. Eitthvað stórt. Það fannst lík í skóginum. Og hvað? Er hann þá að spila körfubolta í frítíma sínum? Hvernig tengist ég þessu? Damn. Another murder. You take lead on this one, D. Líkjónum eru áverkar eftir sleggju. Nei, ég er ekki að fara að leika einhvern morðingi, sko. Nei, þú getur eiginlega ekki verið morðingi, sko. Ok, þá er ég ekki með. Vá, frábært, ég er ekki með. Jó, þú fær lykilhlutverk. Stundum þarf að drepa góðar hugmyndir. Ekki satt? Jó, ég held það. Ekki bara komið okkur í dag? Jú, er það ekki. Þar til næst. Akkurat.